Verið velkomin á leik Fjölnis og Grindavíkur 13. umferð Lengjudeildar karla. Það byrja því að fara yfir lið gestanna. Það er númer 1 Aron Dagur Birnusson, númer 4 Einar Karl Ingvarsson, númer 5 Erik Valles Ramos, númer 6 Dennis Moreno, númer 7 Kristoffer Konráðsson, númer 8 Jósef Krasnarits, númer 9 Adam Árni Róbertsson, númer 15 Bruno Malero, númer 17 Vamil Kví, númer 23 Matthäus Turkus og númer 80 Jón Varello Maci. Varamenn Grindavíkur Símon Logi Tasabong, Dagur Ingi Hannes Gunnarsson, Marno Axel Helgason, Lárus Orri Ólafsson, Ingólfur Hávarsson, Kristján Bjarni Alexandersson og Sölvi Ásgeirsson. Þá komum við liði Fjölnis, númer 26 Halldór Snær Georgsson, númer 3 Reynir Haraldsson, númer 4 Júlíus Mar Júlíusson, númer 5 Dagur Austmann Hilmarsson, númer 7 Dagur Ingi Axelsson, númer 9 Máni Austmann Hilmarsson, númer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson, númer 16 Orri Þórhallsson, númer 20 Bjarni Þór Hafstein, númer 22 Baldvin Þór Berntsen, númer 29 fyrirliði Guðmundur Karl Guðmundsson. Varamenn Fjölnis eru Sigurjón Daði Harðarsson, Sigurvin Reynisson, Óliver Dagur Kolasíus, Axel Freyr Harðarsson, Jónatan Guðni Arnarsson, Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson og Kristoffer Dagur Arnarsson. Þjálfarar liðanna eru Fjölni Úlfur Arnar Jökulsson og Grindavík Árni Rómarsson. Dómari í dag er Aðalbjörn Einar Þorsteinsson, aðstoðar eru Þórður Arnar Árnason og Jakob Marcin Rós. Eftirlitsmaður Ívarður Gíslason. Í Grafarvogi er gott að búa, það er gott að vera til, áfram Fjölnir. Já, verið velkomnir á útsendingu Fjölnis Grindavíkur. Stórleikur í Grafarvoginum. Það byrjaði að fara yfir lið dagsins. Í liði gestanna er í marki Aron Dagur Birnusson, númer 4 Einar Karl Ingvarsson, númer 5 Erik Valles Ramos, númer 6 Dennis Nibal Moreno, númer 7 Kristoffer Konráðsson, númer 8 Jósef Krasnik, númer 9 Adam Árni Róbertsson, númer 15 Barbosa Malhero, númer 17 Kwame Hui og númer 23 Matthäus Turkus og númer 80 Perello. Og í liði heimamanna er í marki Halldór Snær Georgsson, númer 3 Reynir Haraldsson, númer 4 Júlíus Mar Júlíusson, númer 5 Dagur Austmann, númer 7 Dagur Ingi Axelsson, númer 9 Máni Austmann, númer 14 Daniel Ingvar Ingvarsson, númer 16 Orri Þórhallsson, númer 9 Bjarni Þór Hafstein og númer 22 Baldvin Þór Berntsen og númer 29 fyrirliði Fjölnis Guðmundur Karl Guðmundsson. Ég, Gunnar Hrafn Arnarsson og Sverrir Hermannsson munum fylgja ykkur hér í kvöld. Gjörið þið svo vel. Sæll Sverrir, hvernig líst þér á þennan leik? En þú varst að lesa upp liðin á byrju Grindvíkingar ná sókn. Þeir eru hungraðir eftir tap á móti Íringum. Steinlaðu það 3-0 í Breiðholtinu og koma hungraðir til leiksins í Vogin. Það er gott og völlurinn er frábær. Þetta stefnir í góða leik. Já, við Fjölnismenn þekkjum það að heimsækja Breiðholti og fá raskellingu þar, en það er eitthvað sem við viljum helst gleyma. Það vekur athygli að Axel Freyr, okkar sterkasti maður, er middur. En við erum með djúpan bekk, góða fætur sem munu fylla hans skarð. Já, Orri kemur inn fyrir Axel. Það er endar, eins og þú segir, skarpinn skildið að handa eftir út. En sjáum hvað setur. Orri hefur verið góður, hann kemur á bekknum. Það koma Grindvíkingar í sókn. Boltinn fyrir, en Dóri grípur þetta örugglega. Slæmt útkastinn á hann. Leikurinn heldur áfram.
Gott skot hérna, en Dóri verði þetta fín tilraun. Íon Perello með skotið fyrir Grindavík. Þeir byrja ferskir Grindvíkingar og þeir eru fyrstir í góð úrslit. Koma sér þá í ágætis mál í baráttuna við umspilið. Já, Grindvíkingar fóru mjög hægt á stað. Brynjar Björn var þjálfari liðsins. Þeir spiluðu 5 leiki undir hans stjórn og fengu 5 stig, 1 stig á hvern leik. Hann þurfti að taka pókann sinn og þeir riðu Halla Hróðmars og það byrjaði allt í blússandi stemningu. Það hefur komið verri úrslit eða liðið á, en liðið hefur gjörbreyst. Þeir eru ræsilegt skoti á Dag Austmann. Þvílík markvarsla hjá Aron í dag. Þvílíkt skot hjá þessum dreng. Talandi um Harald Hróðmars, þetta verður örugglega tilfinningaþrungið leikur fyrir þann dreng. Hann átti þarna stórleik í Grafarvoginum hérna í kringum, fyrir lok fyrsta hluta seinustu aldar, þessar aldar kringum 2010. Hann er kominn hérna aftur í Voginn og vill gera eitthvað að viti. Reynir Haralds stillir sig upp og ætlar að negla þessu á turnana. Það er skallatennis inn í teignum. Reynir vinnur boltan, bolti fyrir. Og Orri með stórskot! Glæsilegt skot er að bjarga þarna eiginlega bara á línu. Vá, þetta var dauðafæri Orra. Þarna átti hann að gera í raun og veru bara betur og koma Fjölnismönnum 1-0. Þeir eru Grindvíkingar, en þetta er stöðvað. Daniel Ingvarsson stöðvar þetta, en þeir vinna aftur boltan og komnir í dauðafæri. Frábær varnarleikur hjá Davíð, hann hleypur vel tilbaka. Dagur Ingi búinn að vera frábær fyrir Fjölnisliðið í sumar. Það er einn gamall Fjölnismaður í liði Grindavíkur. Einar Karl Ingvarsson tók inn að season 2014 með Fjölni í Pepsi. Þeir spilna Grindvíkingum bara út af og Fjölni fara markspilnu. Já, undir stjórn Halla Hróðmars hafa Grindvíkingar verið duglegir að safna stigum í pókann. Þeir eru með 1,7 stig í hverjum leik, en það var bara 1 stig þegar Brynjar Björn var þjálfari þeirra. Já, þetta gengið betur eftir að Halli tók við. Hann er hörku þjálfari og sækist til að gera gott mót fyrir Grindavík. Já, við óskum nú velfarnaðar nema hér í kvöld. Það er andi í Fjölnisfólki með 6. Við erum með 6 stiga fórustu á toppnum. Það væri rosalegt fyrir Fjölnismenn að taka sigurinn í dag og allavega væri þá líkur liðsins gífulega góðar og að komast bara beint upp í þá bestu. Baldur Bensen skallar boltanum fram og darraða dansina og Fjölnismenn komur í góða stöðu. Dagur Ingi með boltan, skýtur yfir. Það er allt að koma hérna Fjölnismönnum. Fín tilraun hérna á Fjölnismönnum. Fjöru byrjun á þessu leikunni, þetta lítur vel út og stemningin er góð. Fullt af fólk í stúkunni og veðrið er upp á 10. Já, það var ákveðið að skrúa fyrir kranan og sólinn sett. Dóri. Rauðla. Orra spilur tilbaka. Grindvíkingar koma framalega hérna á Fjölnismenn. Við leysum ágætlega á þessu. Máni. Skiptir á Reynir Haralds. Reynir með góða flugbraut. Bjarni Þór. Hótar fyrirgjöf. Gefum boltanum fyrir og Dagur Ingi! Það nær honum ekki. Hættuleg sókn. Grindvíkingar fara hérna. Sparka honum fram en Dóri kemst í milli. Dagur kemur hann upp aðra meginn. Grindvíkingar vinna boltan. Kwame Kui markaðistur ásamt Degi í liði Grindvíkingar með 5 mörk. Það er að Augo Kwame Kui, sterkur leikmaður, hefur gert það vel hérna á Klakanum.
Vigví geggjaður leikmaður, landsliðsmaður Sierra Leone, hefur leikið með frá Afríkukeppninni, gerir aðrir betur, leikmenn þessari betur. Hann getur gert skráið fyrir félagsmenn ef það er ekki varist honum. Malero, kemur hlaupinn á vinstra megin. Það er Einar. Tilbaka á. Fjölnismenn loka vel. Malero kominn inn, bolti fyrir. Hann rennur í gegn. Reynir Haralds vinnur boltan. Kemur hann yfir á Bjarna. Misjafn sending. Grindvíkingar kominn í góða stöðu. Skot og mark. Fjölnismenn verjast. Baldur Bentsen eins og áður, mættur og spila gífurlega vel á þessu sísoni og best þessu vel. Innkastið átak var réttum stað, segir dómari leiksins. Vel unnið, Dagur vinnur boltan, setur hann á Gummakalla. Máni gerir vel þarna. Boltinn, Malero kemst inn á milli. Grindvíkingar spilna boltanum fram, Fjölnismenn vinnur boltan. Gummakalla hefur nægan tíma hérna. Dagur leitar að Fjölnistreyju. Daniel, búinn að vera sprækur fyrir Fjölni í sumar. Reynir. Glæsilega spilað, Dagur. Máni Austmann kominn inn og Dagur lúrir á spöngina, nær honum ekki. Grindvíkingarna að verjast þessu vel. Grindvíkingar sækir hratt. Þetta búa gott fyrir Fjölni, við erum að finna Mána Austmann í lappir og það er alltaf hættulegt fyrir andstæðingarna. Guðan Vigví. Yfir Einar. Þeir leysa vel úr þessu Grindvíkingar og sækja upp hérna hægra megin. Fjölnir sem leysa úr þessu. Júli yfir Orra. Leitar á Dæinga, góð stungusending inn fyrir Dagur Ingi og Fjölnismenn eru alveg einir í teinum og það er glæsilegt mark! Bjarni kemur Fjölnismönnum yfir. Þvílík spilamennska. Dagur Ingi kemur boltanum fyrir á Bjarna Þór Hafsteinsson sem að skora fyrsta mark Fjölnis. Ótrúlega vel gert hjá Orra sem kom með geggjuðu sendingu og enda með marki hérna Bjarna. Þetta var fallegt og þeir fagnaði þessu með púti. Þeir opnuðu vörn Grindvíkingar, galopnuðu hana. Og skildu það fyrir reik, ótrúlega vel gert af Fjölni. Bjarni þakka það byrjunarliðssætið og bara beint í að skora mark. Svoleiðis á maður að fara að þessu. Síðan Fótbolti.net skræði þetta mark af Mána Austmann Hilmarsson, ég held að það sé nú ekki rétt. Það er náttúrulega með -2 hérna án gleruna, maður veit aldrei hvort maður sé að segja ykkur að vitleysu. En Fjölnir eru komin yfir, Fjölnir á leikinn og þetta lítur vel út. Grindvíkingar. Var Fjölnis, skoraði leikmaður númer 20, Bjarni Þór Hafstein. Hvernig svara Grindvíkingar þessu? Bjarni geysist inn upp, stöðvaður að Grindvíkingum, boltinn helst í leik.
Vel gert hjá Grindvíkingum. Vel varist. Það var glæsilegt að fá mark hérna bara 12 mínútu, Sverrir Hermannsson. Bara geggja og Grindvíkingar virka slegnir eftir þetta mark. Fjölnismenn að opna vörnina bara upp á gátt og skildir eftir reik Grindvíkingur. Orri með sturlaða sendingu á Bjarnar Þór, Dagur Ingi Axelsson og hann alltaf á Bjarnar sem skellt honum inn. Geggja. Hér koma Grindvíkingar upp hægra megin og boltinn er fyrir. Þetta étur Júli eins og margt annað. Fjölnismenn vinna boltan á Máni Austmann. Það er erfitt að ná boltanum að þessum manni. Daniel. Yfir að Mána. Hann er frábæri að sækja boltan og koma honum til Fjölnismanna. Heldur boltanum vel Máni og skapast alltaf hætta að fara hann í lappir við markið andstæðinganna. Sjá bara hólninguna á Fjölnismönnum, þetta lítur svo vel út, þeir eru á toppnum og þeir eru glaðir. Og Grafarvogur byrjar að taka vel í þetta. Stúkan er að fyllast og stemningin er góð. Baldvin yfir Júla. Fili Fjölnis. Július Mar hendi í góðan póstur og stuðningsmönnum og hvatti Grafarspor til að mæta og Grafarspor hlusta þegar Fili talar. Hérna missaði boltan, slæm sending tilbaka en er slappt skot þannig að Kamilví fórnar höndum. En með ekki sofna á verðinum. Skoti á Kamilví, hann hefði getað gert betur á það. Fekk ágætis flugbröð og hefði getað gert meira úr. Dagur yfir Orra. Völlurinn er blautur, það er búið að rigna hérna. Orri búinn að vera rosalegur, kemur inn fyrir Axel og Axel er búinn að vera svakalegur í þessu móti og hann gefur ekkert eftir Orri og með þess að geggjuðu sendingu á markinu, þvílíkur leikmaður. Gott eiga svona leikmaður á bekknum inn í Grafarvogi. Níkast. Skýrnikalli sendur hún tilbaka. Leysa vel úr þessu. Bjarni Reynir Haralds spyr boltan. Reynir með stungusendingu, missanlega stungusendingu. Grindvíkingar að vinna boltan. Glæsilega gert. Einar. Ákveður leiti til hægri. Spila tilbaka Grindvíkingar. Maleiro með boltar hérna, sækir að Fjölnismenn. Fínasta sendingar en Adam Árni nær ekki að taka vel á mótunum. Föst sending á Maleiro og þetta klikkaði á Grindavík. Þeir eru að vakna. Ef ég man rétt þá meiddist Adam Árni í fyrsta leik tímabils á móti Fjölni. Það er að koma tilbaka, sterkur leikmaður segja suðurnesjamenn. Daniel yfir á Reynir. Baldvin. Máni byrjum bóstaðan en komast í milli, Kamilví. Stungusending. Adam Árni. Fjölnismenn verjast. Adam Árni við boltan. Reynir skot fyrir Fjölnismenn. Stórhættulegt. Júli er
getur þetta skot ákveðið sótt. Þessi leikur svolítið enda og mikið fjör í þessu. Sami Gui. Við loka vel hérna á Grindvíkinga. Við tekum minna hægra megin. Fullt af bláum treyjum inn í teignum. Bjarni verst. Bolti fyrir. Aðeins og langur. Það er alveg aukt færið þarna til að skjóta á markið. Gummi loka vel á Krasnaric. Gott skot hérna en fer átt yfir. Það var fínasta tækifæri en hann hitt hann illa. Krasnaric hættulegur, hann fær bollar hann en Gummi Kalli okkar fyrirliðið í Voginum, hann lokar á það. Fjölnismenn spila á markspyrnunni. Langur bolti fram. Grindvíkingar að vinna boltan. Barello. Yfir á Kami Kui. Misefnir sendingnir Dagur kemst í Dagsannir spila sín á milli. Grindvíkingar hafa verið að þjarma á okkur núna. Við höfum náð að loka vel á þessari. Þið hefur bara gengið ágætlega á Fjölni. Grindvíkingar hafa ekki alveg fundið taktir hérna en sjáum hvað setur. Nuno Maleiro er búinn að vera nokkuð í bottanum, leikmaður frá Sao Tomé and Príncipe, ætli það sé ekki fyrsti leikmaður frá því merka landi fyrir utan strendur Afríku. Já, það er sjálfgætt að fá þá í Vogin. Tekur vel á móti honum. Reynir með misefnilega sendingu. Daniel vinnur boltan fyrir Fjölnismenn. Máni vinnur boltan. Það er alltaf hætta að hann fær boltan. Dagur eins með mingastið. Setur norð og það er hangið í honum og þetta er klárlega aukaspinna. Menn geta ekki kvartað við þessu. Menn fallast í þama. Þetta er kjörið tækifæri fyrir Fjölnismenn. Við erum með hávaxna menn í bóksinu. Heldur betur og gamli Breiðholtingurinn er mættur. Reynir Haralds. Þetta boðar gott. Það er spurning hvort að Bjarni fá að taka þetta, víst hann er svona heitur í dag. Bjarni er heitur en Breiðholtingurinn, hann elskar boltan og vil taka auka. Það er einhverjar samningaviðræður í teignum. Mér sýnist Reynir vera að fara aðeins yfir þetta og Hann miðar á kotinn á Baldvin og Bensen. Bjarni tekur aukaspyrnuna, bolti fyrir en hann er lár. Létt fyrir Grindvíkinga að verjast þessu. Fullt af gulum treyjum hérna. Fjölnismenn leita tilbaka. Grindvíkingar pressa stíft. Dóri hérna nær að koma boltanum fram. Grindvíkingar vinna þetta. Barello yfir á Einar. Vel spilið á Grindvíkingum hérna. Pressan af Fjölnismönnum er góð. Vel gert af Fjölnismönnum. Kristófer Konráðs með krús í gólfur hérna en Fjölnismenn á hann á boltan.
Máni búinn að sækja boltan. Sendur tilbaka. Júla. Reynir við höldum boltanum bara náttúrulega. Náum ekki að koma hann gegnum línuna. Bíða bara eftir okkur, Grindvíkingar. Þá er bara leitað í Mána. Þeir spila svo vel út í vörðinni Fjölnir. Það er aldrei að hætta þegar að Júli eða Baldur er boltan. Baldur með misjafnlega sendingu á Daginga. Koma Grindvíkingar hérna. Fjölnismenn pressa. Þetta er aukaspyrna. Jókbrot gæti verið fyrsta spjall leiksins. Aðvörun frá dómaranum. Grindvíkingar kalla leikaraskap. Það er farið að rigna hérna á kæla Fjölnismenn aðeins með rigningunni. Það veitir ekki af annar hausmann en slaka sendingu og leikar held áfram. Það er nú stingursendingu með Adam. Góður bolti. Dóri kemur út. Adam er... Hættulegt og hvað er með Kvínar að halda boltanum inni, bolti fyrir. Og Baldur Petter Bertsen hreinsar hérna. Þetta var klaufalega gert hjá Fjölnismönnum. Halldór í hálfgerðu skógarhlaupi þarna sem betur verið enda þetta ekki í marki Fjölnis. Grindvíkingar með hornspyrnu, bolti fyrir. Fjölnismenn verjast þessu vel. Glæsileg vörn hjá Danieli. Grindvíkingar eiga þetta innkast. Grindvíkingar leikir tilbaka. Fjölnismenn komin hérna aftanlega. Hvað með Kví? Sjáu þessa vörnu Gummakalla. Krafnins með fína tilraun en Fjölnismenn verjast þurru vel. Vel lokaði Júla. Adam leikur þarna á Dag. Dagur gefst ekki upp og næri þessu bolta. Þvílíkur varnarleikur. Fullkomin tækning. Máni yfir Orra. Glæsilega gert í Fjölnismönnum. Orri með sendingu á Daginga. Verjast þessu vel. Grindvíkingar. Borrello. Valero. Leita við á Ramos. Ég held að allir markmenn í þessari lengjudeild heiti Aron, fyrir utan Dóra. Einar með stungusendingu hérna á Krista Konráðs, en hann er ástæður. Hann er ángur. Þetta var gott til að vera satt.
Eldgamla rigningin byrjaði í Voginum en við elskum það. Þetta er bara aðstæður eru fullkomnar. Það er náttúrulega lognið í Voginum eins og alltaf. Menn elska að spila í þessum aðstæðum. Það verður hraður leikurinn hraður og skemmtilegur leikur framöndan. Þetta gæti ekki verið flottara. Við erum myndum hásumar í Voginum. Við dýrkum. Núli. Fylgismenn kalla eftir meiri hraða í sóknaruppbyggingunni. Koma Grindvíkingar snöggur upp öllin hérna. Adam, en Júli stöður þetta svo allt annað. Reynir Haralds, sendir hann á Bjarna. Fylgismennir á 5 og 4. Orri býður sig. Og Bjarni með skot. Það er yfir. Vel kött af Bjarna en skotið ekki nógu gott en þetta var stórhættulegt. Þessi leikmaður er hættulegur hann færir stöður. Þarna voru við með fullt af tækifærum, ógnunum, góð sókn hjá Fylgismönnum. Dagur Ingi Kamkví með skemmtilega krúsidúlur. Þetta er fallegt að sjá. Þetta er áhugaverður búningur á Grindvíkingum. Fallegir búningar. Adam sterkur. Stungusendingu Malero. Hann er ástæður. Hann er ekki ánægður með þetta. Malero var einfallega bara ekki nóg klókur hann. Gaf allt og fljótt í og var tekinn í Ramstæðu gildur. Hann er gífurlega sterkur hann Adam Orri. Sterkur leikmaður og er bara hættulegur og Fjölnismenn þurfa að gæta á hann. Bjarni með misinn með sendingu sem að Reynir nær ekki. Mikið einstaklingsgæðum í þessu Grindavíkurliði, maður sér það bara strax hérna en þeir ná ekki einhvern veginn að teka. Krasnit yfir á Ramos. Malero með langa bolta. Dóri með þetta í teski. Það var reynur bara góður bolti á Malero en Einar Karl Ingvarsson náði ekki að fylgja þess eftir fyrirliði liðsins. Hann er með glæstan fyrir með F og Val á sínu CV. Fallegur ferill og komið henni út að flotta bæjarfélag Grindavík. Daniel yfir á Reynir. Júli. Sjá Júla hvað hann er öflugur hérna í afturstu línu. Ekkert stress, kemur hann alltaf inn. Þetta er aukaspinna. Skynsamlegt. Það er einhver reikistefna þarna. Það er óþarfi yfir þessu. Við höldum leika áfram. Ég hef aldrei séð svona mikið reglífum inn í Grái. Okkur líður ágætlega inn í gamnum. Flottar aðstæður inn í gamnum. Ramos. Yfir á Malero. Það er tvímenn á hann, það veitir ekki af. Dagur Hausmann stöður hann. Inn að leita tilbaka. Fjölnismenn komið sér vel fyrir inn í vörninni. Grindvíkingar er ekki að finna mikið af glugum eins og er. Ramos með boltan inn fyrir og Adam Árni. Það er ástæður. Ég er ekki sannfærður að þetta er rétti á línuvörðunum en hann flaggaði og Rámstæður á Grindavík.
Þægilega gert. Reynir yfir á Bjarna. Aðeins verið að nart í Bjarna hana. Rosalegu kraftur í Bjarna, búinn að vera ótrúlega góður í dag. Fyrstu 30 mínútur búinn að vera fullkomnar á þessu leik. Bolti spýtist inn á vellinum. Aðeins að venjast þessu. Bjarni hérna með reyna að hlaupa upp boltan en við vinnum strax aftur boltan. Stungusending á Mána. Grindvíkingar verjast þessu vel. Máni pressar á hann. Ekkert á þetta. Ódýr aukaspyrna að mínum mati. Já, dómari flaggar að þetta svo sem allt í lagi en leikurinn orðið svona kominn aðeins öðruvísi taktur eftir að Helli Demba byrjaði þetta í móðinum, kannski ekki skrítið og leikmenn að fikra sig áfram. Já, sjáum við hérna vísumni sending bara út af félag okkar Ramos með lélega sendingu áætluð á Malero en klikkaði. Við reyna hérna þröngspil sem að nýðsennast. Grindvíkingar vinna boltan. Moreno með boltan. Ágætis pressa hérna og hann þarf að spyrna fram. Þetta er matur fyrir Júlla. Það fer inn í baki á honum en dómarinn dæmir ekkert. Hvað með Kví fær inn á bolta fyrir en hann er á fastur. Hvað með Kví vill fá boltan í lappir. Höldum þessu bara áfram. Æsileg skipting yfir á Reyni. Enginn náður á Daniel sem er setjum á Júlla. Bandum við misjafna sendingu hérna. Ramos. Semikali vinnur boltan en á Orri. Dagur er laus. Við erum með boltan. Daniel yfir á Reyni. Bjarni. Orri er að spila þetta free flow eitthvað eftir Mána og þetta hefur gengið vel í honum. Hann er að finna boltan og Reyni með svaka neglu hérna fyrir. hættulegt að Malero og þetta kassa boltan inn í teik Fjölnismanna sem betur verið Grindvíkinga að slappa þetta. Kabi Kví við tvímunum á hann. Hann setur maður á Adam en hann bara brýtur á Júlla og fær hérna líklega skuldspjald. Þetta er guldspjald. Hann átti ekki mikið möguleiki í þetta var glórulaust. Vistakur, nei herra! Það er leikþáttur. Gamli leikþáttur í Grindvíkinga. Það er spurning hvort að fá annað fyrir þetta leikþátt. Adam Átni Róbertsson með dífu ásinsætti í lengudeildinni. Spurning hvort að setja á endursýningu þessu leikþætti. Það er fólk. Til að sýnið áhverjandum þetta aftur, þetta var geggjað. Það er bara alltaf verið að vitlaust. Það er Helli Demba og fólk er farið að flýja í skjól. Eiginlega karlinn með gull. Og þetta er bara monsún rigningin í Voginum. Þetta var skemmtileg leikflétta hérna á Grindvíkingum. Þetta verður endursýnt og öllu betri heimilum með þetta. Þetta var alveg geggjað en gaman aðeins bara. Reynir með vísamlega sendingu en þetta er Máni vinnur þetta. Góð skipting yfir á Orra. Orri á Daginga. Hann fellur á Morinu og Dagur með góða stöðu hérna og hér er broti á Reyni Haralds, það er ekkert dæmt. Þetta er klárlega brot en Kami Kví geysist inn upp höllin. Adam Árni
Gummi Kalli fylgir honum. Dagur Austmann kemur hérna með Adam reynir einhverjar leiklistir og Kami Kví hérna hættulegt skotin í teig. Það var hættulegt færi, Sverrir. Þetta var hættulegt færi, en ef þetta enda með marki á Grindavík, þá held ég að ef það væri varinn í leikdeildina að þetta verið flautað af. Þetta var klárlega brotan og Reynir Haralds átti að fá brot í hættulegu færi fyrir utan vítateig Grindvíkinga, en þetta klikkaði Kami Kví. Það er kjöt í þessum Adam Árna. Þessi ótrúlega hann hefði dottið á hann. Það er ekki ánægð með þetta, það veit ég bókinn í lappina. Ramos. Moreno. En þvílíkur leikur Gunnar sem við erum að fá inn í Voginum. Þetta er svo skemmtilegt, þetta er svo fallegt. Menn pressa vel hérna á Grindvíkinga. Ramos í algjöru bastli, erfið sendingu Aroni. Orri kemur boltanum, reynir að fyrirgjöf, en Grindvíkingar verjast þessu. Ekki Einar. Þeir leita tilbaka, Fylgismenn hlaupa tilbaka. Og þessi er á langur. Þetta er léleg sending. Slagur bolti og Malero átti ekki breykið hana. Sendingu á tvíbrabóðsinn, hér menn byrja að detta í bleytunni. Fallega gert hjá Parello. Skipting yfir á Kami Kví, en Dagur skallar þetta út af. Spánverinn hefur verið að bomba snuddum hérna fram að Grindavík, en þetta hefur ekki alveg gengið upp. Ég held að ég hef bara ekki séð svona rigningu áður. Þetta er eiginlega ótrúlegt. Við erum 37 ára mér í Grafarvogi. Svakalt. Baldur Bergsson vinnur hún á boltan. Máni og Dagur Ingi býður sig. Máni yfir á Daginga. Dagur Ingi reynir fyrirgjöf. Þvílíkt úthlaup á Arnur Orri. Skóplar hún yfir en það búið að flagga ránstöðu. Vá, þetta var raunverulega ótrúleg varsla af Arnaldi Birnuson. Dauða færismæði klikka á þetta Birnuson. Ég hef ekki séð aðverta þessu ykkur. Þetta er magnað og ætlaðu þeir ekki að banna bensínbílana 2028? Ég ætla að koma tíma það, er ekki hlutaðið nefnir. Þetta er hlýnum jarðar. Myndi fyrir þessi Grafarvoginum. Reynir yfir á Bjarna og Bjarni finnur Orra. Fallega spilað. Orri reynir stungusendingu. Grindvíkingar verjast þessu vel. Svei með þá, Orri hefur ekki verið okkar besti maður í fyrra áleik. Kemur hann í liðið og bara spilar eins og hersöðing. Kami Kví. Þetta er Ramstad. Ramstad og Adam. Adam rangur þarna. En leikurinn held áfram og Bjarni reynir að kassa hana, en heppnast ekki. Kápu yfir búnaðinn, það er að rigna henn inn. Já, búnaðurinn er hættu þarna, þetta er ótrúlega rigning. Fólki í stúkunni horfur öfundur augum á okkur inn í kórnum. Það var Baldur Benson sem var í þessu færi að náðan. Kominn fremstur í flokk, varnarmaðurinn, en Aron vel á verði. Dagur Austmann, Dagur Ingi býðis á kantinum, Malero verst honum vel. Hann beinskiptur, kemur boltanum fyrir, en misefni sending.
Það er gott, Dagur sækir alltaf á markið. Dagur, hann er alveg ótrúlegur. Hann bombar alltaf á þetta eins og starfsbróðsinn á hinnum kantinum Axel þegar hann er í liðinu. Þeir eru svo hættulegir og kemur alltaf eitthvað út úr þessu. Júli vinnur þennan bolta. Daniel framlengið yfir á Bjarna sem er brotið á. Leikur heldur áfram. Já, það er flautað á þetta. Ég held að flesti leikmenn séu bara tilbúinir að fara inn í leikliðið. Það held ég. Þetta er komið út í algjör og vitlaus. Það er spurning út af Fjölnismenn eigi þurra treyjur. María hefur séð vel þvottinn í gegnum árin. Já, það voru okkur bestu tímar að maður í smíðabæði saman þvottavélarnar. Ja, við getum þetta ekki án góður og sjálfbæðarlega. Orri vinnur boltan hérna. Nei, þetta er Daniel fyrirgjöf. Daniel, Fjölnismennina með gott tækifæri. Grindvíkingar verjast þessu vel. Snúa vörn í sókn. Gera þetta hægt. Fjölnismenn verjast þessu vel og Grindvíkingar er að sækja svo hægt á okkur. Já. Grindavík hefði alveg getið verið búin að negla inn einu marki hérna og í raun og veru kannski bara hefði sanngjarn úrslit í fyrri hálfleik verið í jafntefli en Fjölnismenn leiða hérna. Bjarni kloppar hérna, það gengur ekki. Smá stemning hérna. Já, það er hiti í leiknum út af menn séu kældir með rigningunni. Hvað hefur verið að spjalda Bjarna? Ódýrt spjald hérna frá dómara leiksins. Algjör óþarfi. 30 sekúndur eftir að venjulegum leiktíma. Sjá hérna þetta gengi undir ekstra skiltíðinu. Þetta er fallegt. Fólk elskar þurrleikan. Grindvíkingar sparka boltanum fram. Þetta er bara að fara í veður og vind. Nú bara köllum við eftir að dómarinn taki bara upp flautun og flautir undir hálfleiks. Það er byrjað að bæta í rigninguna. Langur bolti, Fjölnismenn verjast þessu. Það var alltaf skyggni eru hérna 2 metrar á skílunum og það var alltaf sér á völlin. Einar Malero kemur inn með fyrirgjöf. Darraði hans í tegnum, endi þarna. En það er ekki dæmt og það er bara Grindvíkingar skora hérna. Bolti fór upp í höndin og Grindvíkingum og hann. Krasnarits skilar sér netið, ótrúlegt mark. Darraðans í tegnum og Krasnarits með gott skot, 1-1. Ég sá ekki betur en að boltinn hafi farið í höndin á honum en dómarinn sá það ekki. Ég sá þetta ekki en Jósef Krasnarits setur boltar í netið, það er 1-1 og kannski sanngjarn úrslit í fyrri hálfleik, ég veit það ekki. Þetta var alveg galið að fá þetta mark á sig rétt fyrir hálfleik. Ég veit ekki hvað uppbótartíminn var, akkur hann var svona. Það er ekki voru neinar tafir í þessum leik. Flautumark af Krasnarits. Við förum í skjól, sjáumst í seinni hálfleik.
Úr Rexis í Voginum, það var gott færi á Fjölni í byrjun seinna áleiks. Bjarni Þór Hafsteins með góða takta en Orri klikka á skotinu. Rölti dómaralegsins yfir til aðstoðarmannsins og þeir sjá ekkert aðtöðavert það sem áttu sér stað þarna. Hann tekur hérna fyrirlegum til hliðar og ræður við þá. Hvað er að eiga sér stað hérna? Það er rautt spjald! Rautt spjald á hvað með hví? Og vítaspinna! Hvað gerðist þarna? Fjölnismenn eru að fá hérna vítaspinnu eftir samskipti. Hann hefur fengið þetta í eyrað, ég sá hann ekki labba upp á þriðadómaranum eða línuverðinum. Hvað er hann að dæma? Leikmaði númer 6 Grindavíkur, Elís Moreno var nú vikið af velli með rautt spjald. Elís Moreno er að fá rautt spjald. Hann slær líklegast í leikmann Fjölnis og fær rautt spjald og það er ekkert annað en vítaspinna sem að... Þá ætti þetta að vera víti eða ekki, Gunni? Hvað? Jú, það er vítaspinna. Fjölnir er að fá víti hérna á 57. mínútu. Ég einfaldlega sá ekki hvað gerist þetta, Gunni, en Nei, þetta er maður... stórt atvik. Leikmaðurinn farinn á velli. Fjölnismenn einu manni fleiri og það er víti. Þetta er rosalegt. Bjarni Þór Hafsteins sem er á sem fekk þetta högg. Hann er að gera sér líklega að taka víti. Þetta er Mánu Östmann sem að... Östmann sem fekk höggið á. Og hann sýnir hérna leikur þetta og hann hefur fengið olnbogaskot og það er reikistefna hann að Grindvíkingar haga sér eins og ég veit ekki hvað hann við línuna við dómarana. Það er spurning hvort það komi fleiri spjöld á loft. Þetta er ekkert í fyrirmyndar að Grindvíkingar hópast hérna að línuverið. Þeir vilja meina að þessi vitlaus maður að fá rautt spjald. Dennis Nýbelas er vikið af velli. Það er víti og rautt. Við vorum meina bara í útsendingavandræðum og sáum þetta ekki nógu vel. Það er alltaf trillast inn í stúkunni. Menn vilja meina að þetta Ramos hafi átt að fá rauðarspjaldið. Óbreytti borgar er að benda hérna lýsendum á að þetta verið vitlaus maður. Við veitum ekki hvað gerðist. Máni Östmann er að fara að taka vítið. Þið biðjast afsökunar á streyminu. Máni er búinn að stilla þessu upp.
Máni Austmann setur hann örugglega í hægra hornið. Fjölnir 2, Grindavík 1. Vá, hann sendir Aron Daðan í vitlaust og þetta svo öruggt hjá þessum dreng. Hann aldrei að fara að klikka á vítaspyrnu. Þvílíkur leikmaður. 2-1 fyrir Fjölnir. Mark Fjölnis skoraði leikmaður númer 9, Máni Austmann Hilmarsson. Reyna að mixa þetta, spurði Orri Þórhaldsson og inn kemur leikmaður númer 88, Kristófer Dagur Arnarsson. Áfram Gulli! Berjast Gulli! Áfram, áfram, áfram! Sækja hérna, Kami Kví með bolta fyrir. Einleikar ná ekki til boltsans. Fjölnismenn sækja hérna Dagur Austmann með boltan. Sendir hann upp á kant Máni bróðan sem kom með hann innan teig. Hættulegt. Opp fyrir Fjölnismenn.
Brekkur á leikmanni Grindvíkinga og boltinn í hornspyrnu. Reynir Haralds tekur hérna hornspyrnu fyrir Fjölnismenn. Skiptingaðan Kristófur Ingi Arnarsson kom inn fyrir leikmann Fjölnis, Orra Þórðarsson. Orri er búinn að spila vel í þessu leik, átti stóra, átti fyrsta marki Fjölnis. Fjölnir á hér hornspyrnu. Skalla frá afturhótt. Bjarni Þór Hafsteins tekur hérna hornspyrnuna fyrir Fjölni. Reykist þetta hérna í teiknum, hvað gerir dómarinn? Það róa að leika. Hornið tekið aftur. Baldvin í loftinu, boltinn fyrir Mána, Bjarni. Góður bolti á Bjarna. Bakgrinding dæmt. Aukaspyrna, Grindavík á boltann. Gult spjald á Júlíus Már Júlíusson. Gott að sé að dæma þarna einhverja olbóðskot, ég veit ekki, við sjáum þetta ekki nógu vel hérna úr fjölmiðlabóksi í Fjölnismanna. Það er komið hít í hérna leik. En þeir spila hérna fast og það er mikið eftir. Það er beint í boltann, ekkert á það. Áfram með leikinn.
Fjölnir gerir aðra breytingu á sínu liði út af númer 20 Bjarni Þór Hafstein og inn kemur númer 10 Axel Freyr Harðarsson.
Heiðis skoraði leikmaður númer 9, Máni Austmann Hilmarsson.
breytingar. 17, Kwame Queen, númer 9, Adam Orkin Jómasson, númer 8, Jón Rejó og í komu leikmenn númer 11, Símon Logi Dassabong, númer 20, Dagur Gunnarsson, númer 21, Marino Axel Helgason. Liði Fjölnis fóru út af leikmenn númer 14, Daniel Úlfar Ingvarsson, númer 7, Dagur Axelsson og leikmenn númer 6, Sigurvin Freynisson og númer 11, Jónatan Guðni Arnarsson á frá Fjölnir.
þriðja mark sitt í dag og fjórða mark Fjölnis gerði Máni Austmann Hilmarsson. Mark Fjölnis skoraði leikmaður númer 10, Axel Freyr Harðarsson.